Það voru 10 keppendur skráðir til leiks, aðeins 9 þeirra mættu á réttum tíma. Árni Grant mætti ekki fyrr en 1:30, keppni hófst klukkan 2 og keppendur 8 mæta klukkan 10. Hann fékk því ekki að vera með og misti þar með af öllum möguleikum á Íslandsmeistaratitli. En 10 voru með. Óðinn Magnússon gleymdi að skrá sig til keppni en mætti þó á staðinn og keppti sem gestur. Hér sjáum við fyrst hann Stefán Sigurðsson, hann var í 3. sæti fyrir þessa keppni og ætlaði sér örugglega sigur. Hann fékk hér 300 stig úr fyrstu þraut. Stefán Sigurðsson ekur bíl sem Árni Kópsson smíðaði á sínum tíma. Reyndar búið að skipta vél og gírkassa. En fjörunarbúnaðurinn sá sami og búið að skipta lit eins og sjá mátti. Hér kominn Sturla Jónsson á grind. Og hann klárar þessa þraut með glæsibrag, 300 stig. Sturla breyttur maður frá í fyrra í aksturslagi. Hún hefur gengið svona reyndar upp og ofan í sumar en hún hefur farið mikið fram sem ökumanni. Það komið Sigþór Halldórsson á hlébarðanum. Hann frá Egilsstöðum eins og Stefán Sigurðsson. Fær hér 285 stig. Hann var í slag fyrsta sæti í síðustu keppni í Vík í Mýrdal. Þar til í síðustu þraut að þá kvoldi hann og þar sigraði Árni Kópsson sem hér kominn á heimasætunni í fyrstu þraut í RC-torfærinni. Hann klárar þetta eins og meistarans var von og vísa, fékk hér 300 stig og þá kemur Helgi Sjött, bóndi úr Eyjafirði, sigraði í Greifatorfærinu á Akureyri fyrir sumar. Og hvað gerir Helgi Sjött hér? Hann fer alla leið, eða hvað? Nei, jú, tekur þó eitt dekk, 280 stig. Staða efstu 3 manna var þá svo að Árni Kópsson, Stefán Sigurðsson og Sturla Jónsson voru allir með 300 stig. Í 4. sæti var Sigþór Halldórsson og þá Helgi Sjött. Sigþór með 285 og Helgi með 280, þraut nr. 2. Hér upp á barrið og þarna hægri beygja akkurat upp á hólnum. Sigþór tekur þann kostinn að fara beint og bakka, hann tapar stigum við það að bakka hér. Þetta erfið beygja að ná. Hann lendir hér í frákasti, fær aðeins 185 stig og komið 470. Það getur verið dýrt ef að Stefán og Árni fara alla leið. Og Sturla. Það var laglega gert hjá Árna Kópssyni. Sneri bílnum þarna nánast á kviðnum. Já, þetta eru meistarataktar, 285 stig, 585 alls af 600 mögulegum. Það stefnir allt í það að Árni sigri hér örugglega, þó við séum aðeins stödd í þraut nr. 2. Við höfum þó eftir að sjá hvað Stefán Sigurðsson gerir hér og Sturla Jónsson. Nú ekki gott að stýra. Nú þá fáum við næst Gunnar Guðjónsson á Willys. Hann hefur ekki gengið mjög vel í sumar. Hann breytti þessum bíl talsvert í vetur, lengdan og sýnir svona það sem af árinu og hér. Hann hafði ekki náð fullum tökum á bílnum, svona löngum. 135 stig fær hann hér. Þetta stafar raunar af því að hann missir raunverulega stjórn á bílnum strax á toppnum þar sem Árni sneri bílnum glæsilega og hitti því ekki almennilega á áframhaldið. Nú áhorfendur voru fjölmargir 1500 í blíðskaparveðri á Egilsstöðum á laugardaginn var. En þá var það Helgi Sjött. Það var í 5. sæti fyrir þessa þraut. Það skipti hann gera hér uppi. Já, nær beyginn en tekur þó þarna 2 dekk. Þar eru farin 30 stig strax. Já, og missir svo loft úr hjóli hér að framan. 195. Það munar ansi miklu. Árni Kópsson fékk 285, Helgi Sjött 195 og þá er að sjá hvað Stefán gerir. Nei, hann misti nú ganginn hér, bíllinn, augnablik. Annaðhvort var hann ekki með kveikt á nítróinu eða þá var hann með kveikt á því og fékk of mikið bensín. Og það kostaði það að hann fór ekki lengra en hér er þá staðan eftir 2 þrautir. Árni Kópsson er einn efstur 585 stig, 110 stigum og eftir honum kemur Helgi Sjött. Þá Sigþór Halldórsson aðeins 5 stigum á eftir Helga og Stefán Sigurðsson í 4. sæti með 405 stig. Þetta verður hörkuslagur og 110 stig er ekki mikið. þar sem 300 stig
eru í boði í hverri þraut. Þriðja þraut og þar byrjar Sigþór, fær aðeins 190 stig hér. Kári Árni. Líka komið að auka fórskot sitt hér. Hann fer alla leið. 285 stig, hefði snert eitt dekk sennilega. Sigþór lenti þarna til hægri út úr brautinni og þá er hér komin Reynir Sigurðsson á kjúklingnum. Stóð sig ágætlega í Ingi Mýrdal, gekk illa í fyrstu þraut en rann síðan á og endaði í öðru sæti ef mann rétt. Hann fær hér 300 stig og komið 595. Og Gunnar Guðjónsson 285. Og Helgi Sjött. Í slagi Sigþór. Sigþór fyrir aðeins 190 en Helgi Sjött var gott betur en það hér. 270 stig komið 745. Er þar með í öðru sæti nema að Stefán Sigurðsson gerir hér einhverja verulegar rósir. Hann á reyndar ekki möguleika á að ná honum. Ekki í þessari þraut, þó hann fái hér 300 stig. Stefán er þá góðan í þriðja sæti. Stefán Jónsson. Já, lendir hér út úr brautinni. Fær 215 stig þó og komið 620. Skulum það aðeins áður en við rennum yfir stöðuna, sjá Óðinn Magnússon sem keppti sem gestur. Honum hefur aldrei gengið betur en í þessari torfæru, RC-torfærunni. Hann náði í fullt af stigum, en þau telja hins vegar ekki þar sem hann keppti sem gestur. Árni Kópsson er með 870 stig, 125 stigum þar á eftir er Helgi Sjött í öðru sæti, þá Stefán Sigurðsson, 40 á eftir Helga og Gunnar Guðjónsson í fjórða sæti, 45 stigum á eftir Stefáni. Hér er komið Jón H. Hafsteinsson og hann fer ekki lengra hér, 250 stig fær hann þó. Ég sá nú ekki betur en að hægra framhjól tæki ekki á. Það var það Gunnar. Nei, þetta er hlutur sem hefur allt og oft sést í sumar. Bíllinn hjá honum drepur á sér. Hann stoppar, rennur hans aftur á bak og tapar stigum. Fer þó alla lið, 265 stig, afturhjólinu komin í gegnum endahliðið. Já, 300 stig. Ekki fer Stefán Sigurðsson þessari þraut. Hann tekur ekkert á að hægra framhjóli, hann er brotin á sér. Og það munar það að hafa aðeins 3 hjól, 180 stig og þar með eru nánast allir möguleikar á Íslandsmeistaratitli runnir úr greipum Stefáns. Sigþór stendur fyrir sínu á glæsilegan hátt, 285 stig. Þá var það Óðinn Magnússon kettinum. Ég finnst velveringar á þessum vindruglunum sem að stafa aðalega af ryki sem komst í tækjabúnað þarna fyrir austan. Árni Kópsson er með 1170 stig, 125 stigum þar á eftir eins og áður er Helgi Sjött með 1045. 100 stigum eftir honum er Gunnar Guðjónsson og Sigþór Halldórsson er komin upp í fjórða sæti. Þá er það 5. og næst síðasta þraut í RC-torfærunni á Egilsstöðum. Annars var keppni í götubílaflokki mun jafnari heldur en í þessum flokki og Guðmundur Sigvaldason hafði þar forystu allt fram til síðustu þrautar. Hann ók þá vitlaust í tímaþraut og glutraði úr höndum sér sigrinum og endaði í fjórða sæti en sigurvegari var Davíð Sigurðsson. Í öðru sæti var Þorsteinn Einarsson og Steingrímur Bjarnason í þriðja sæti og slagurinn um Íslandsmeistaratitilinn stendur á milli Davíðs Sigurðssonar. Já, hér fyrir Árni Kópsson upp og fær 300 stig og Steingríms Bjarnasonar og ein keppni er eftir, það er keppni Staks og bílabúðarinnar Fjöðrun sem það er að segja þessir tveir aðilar standa þeirri keppni eftir 10 daga í Grindavík
síðasta torfærukeppni ársins og þar ráðast úrslit í Íslandsmótinu. Hins vegar var Guðmundur Sigvaldason og hans menn ekki ánægðir með það að hann skyldi villast í brautinni. Taldi að það hefði verið mistök að ræða af hálfu keppnisstjórnar að merkja ekki leiðina nægjanlega vel. En þeim félögum honum, það er að segja Guðmundur Sigvaldason og hans aðstofamönnum, brást hins vegar voðalistum í því að gera athugasemdir á þann hátt sem að reglur segja til og því standa þessi úrslit. Hann í 4. sæti. Hér hins vegar Sigþór Halldórsson í sérútbúnaðarflokknum kominn upp í 4. sæti og enn fer hann með glæsibrag, stekkur hér með afturhjóli yfir dekkið vinstra megin og fær 300 stig. Hefði hann komið við dekkið og felta þannig að hann tapar 15 stigum, en Árni Kópsson öruggur í 1. sæti þegar ein þraut eftir með 1470 stig. Þá kemur Helgi Sjött 180 stigum þar á eftir. Þá Sigþór Halldórsson kominn upp í 3. sæti upp fyrir Gunnar Guðjónsson sem situr í 4. sæti. Þá það tímabrautin, hér getur menn fengið allt upp í 450-500 stig. Helgi Sjött reynir hér að geysast yfir margfrægan drullupoll í malargrúsinni, flugvallargrúsinni á Egilsstöðum. Hann drepur hins vegar á hér, fær aðeins 204 stig. 245 stig fékk hann reyndar og lauk keppni með 1280 stig. Þá kemur Stefán Sigurðsson. Hann er eiga í megnasta bastli með bílinn sinn í þessari keppni. Gangtruflun í einni þraut, brotin öxull í annarri þraut og hér yfirgefur annað afturhjólið bifreiðina. Stefán lítur aðeins á það og hugsa með sér, þetta skiptir með engu máli. Heldur áfram og klárar og fær meira sér 243 stig fyrir. Það var reyndar ekki rétt hjá mér áðan að Helgi Sjött hefði fengið 245 stig í tímaþrautina. Hann fékk 204 eins og stóð á skjánum. En við sjáum hér Stefán lítur til vinstri. Sér greinilega að það er aðeins 3 hjól undir bílnum og hefur væntanlega rauðlað með sér. En áfram skröltir hann þó. Og þennan hjólbarða verður að fjarlægja áður en haldið er lengra. Þá er það Sigþór. Þeir sem fylgdust með þættinum fyrir viku síðan, þar sem sýnt var frá torfærinni í Vík í Mýrdal, sáu Sigþór taka aldeilis frábæra takta í tímabrautinni. Hann náði geysilegum hraða, en sá hraði var aðeins of mikill og hann velti, en hér heldur hann góðum hraða yfir vatnið, keyrði bara á vatninu á þess að snerta botnin og lýkur hér keppni með 1555 stig. Þá er það Árni Kópsson. Þarf aðeins að keyra hér af öryggi til þess að tryggja sér sigurinn og 20 dýrmætt stig í slagnum um Íslandsmeistaratitilinn. Annað sæti gefur 15 og það er 3. 12. Árni Grant er ekki með, hann var jafnan stigum með 42 stig eins og Árni fyrir þessa keppni. Þannig að Árni fer 20 stigum upp fyrir Árna Grant og svo er bara spurningin í hvaða sæti lendir Stefán Sigurðsson. Hann var með 37 fyrir RC torfæruna. Það veltur til dæmis hér á Reyni Sigurðssoni. Hann þarf að fá ein 800 stig til þess að komast upp fyrir Stefán Sigurðsson sem er í 5. sæti. Það er að sjálfsögðu ómögulegt. En hann ekkur þó hér hratt og springur aðra blöðruna. Og yfir pollinn, laglega gert hjá Reyni og 300 stig. Og lýkur keppni hér í RC torfærunni í 7. sæti. En hér er lokastaðan 4. efstu. Árni Kópsson með 1769, þá Sigþór Halldórsson 1555. Helgi Sjött í 3. sæti með 1494 og Gunnar Guðjónsson í 4. sæti með 1448. Stefán Sigurðsson var síðan í 5. sæti.
En staðan í Íslandsmótinu þegar eitt mót eftir sú að Árni Kópsson efstur með 62, þá Stefán Sigurðsson með 46, Árni Grant 42, Helgi Sjött með 42, Sigþór Halldórsson 37, Sturla Jónsson 28 og Magnús Bergsson með 21 stig. Og eins og áður sagði eru 5 stig sem skilja fyrsta og annað sætið í svona keppni. Það er að segja að fyrsta sæti gefur 20, annað 15, þriðja 12, fjórða 10. Þannig að Árna má ganga talsvert illa þrátt fyrir að Stefán Sigurðsson, það er að segja ef Stefán Sigurðsson myndi sigra í keppninni þar. Nú en hér er staðan í götubílaflokki. Davíð Sigurðsson efstur með 67, Steingrímur Bjarnason með 59. Það þýðir að Steingrímur þarf að sigra og Davíð að lenda í þriðja ef þar á að verða breyting á. Guðmundur Sigvaldason í þriðja sæti með 42 og Kristján Finnbjörnsson í því fjórða með 29. Þá Gunnar Pálmi, Rögnvaldur Ragnarsson og Þorsteinn Einarsson í 7. sæti.